sem tillaga bætta kynfræðslu, ekki kynhræðslu, frá 6. bekk og til loka grunnskólans og til máls tekur Eyrún Magnúsdóttir, Reykjavíkurráðsfulltrúi. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir gestir. Ég var í 7. bekk þegar ég fór í mína fyrstu kynfræðslu. Hún var mjög fín og ég lærði helling kynþroskaskeiðið og hvað var að fara að gerast í líkama minn á næstu árum. Þegar ég var í 9. bekk fór ég í aðra fræðslu. Þá lærði ég meira líkama minn og kynsjúkdóma en miklu minni það sem allir 14 ára krakkar eru forvitnir kynlíf. Það einfaldlega ekki boðlegt að ég hafi aðeins farið í 2 kynfræðslur á vegum skólans á þessum 10 árum sem ég var í grunnskóla. Það einnig algjör hörmung og það hafi liðið 4 heil ár þar á milli. Ungmennaráð Laugardals og Háaletis telur að æskilegt sé að byrja á almennu umræðu á miðstigi sem eykst með ári hverju út grunnskólanum. Kynfræðsla þarf að vera regluleg til þess að hún virki almennilega. Það sem mikilvægast í kynfræðslunni virðist oft týnast í hræðsluáróðunum kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir. Að sjálfsögðu sá hluti af fræðslunni mikilvægur en fræðslan kynlífi sjálft ætti að vera í fyrsta sæti að okkar mati. Ungmenni eru ekki að fara að hætta að stunda kynlíf vegna þess að sáu einu sinni ógeðslega mynd af klamydíusmiti. Það bara gengur einfaldlega ekki upp. Kynfræðsla þarf að sporna gegn staðalímyndum og ranghugmyndum kynlíf. Of mikil áhersla lögð á fræðslu kynfæri í samanburði við fræðsluna kynlífi sjálft og allt sem tengist því. Krakkar hafa oft miklar ranghugmyndir kynlíf og við viljum koma í veg fyrir það. Við leggjum áherslu á að auka þurfi fræðslu kynferðisofbeldi og mikilvægt er að taka fram að kynlíf birtist í mörgum myndum og ekki bara á milli 2 gagnkynhneigðra einstaklinga. Það þarf að fræða krakkum hvað nauðgun og hvað samþykki frekar en að leggja áherslu á að forðast að vera nauðgað. Allt og margir halda að nauðgun sé bara þegar einhver gamall perri grípur stelpu í húsasundi en það alls ekki alltaf þannig. Stöðugar breytingar eiga sér stað í samfélaginu og tækniþróun hröð. Aðgangur unglinga að klámi og grófu efni hefur stór aukist á síðustu árum. Kynfræðsla í grunnskóla landsins hefur því miður ekki tekið nægum breytingum í takt við þessar breytingar í samfélaginu. Hvorki í lögum né aðalnámskrá grunnskóla og framhaldsskóla tekið skýrt fram að kynfræðsla skuli vera ákveðin hluti af náminu. Í lögum ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og fóstureyðingar og ófrjósemi segir að bæði á grunnskólastigi og öðrum skólastigum skuli veita kynfræðslu í samráði við skólayfirlækni og fræðsluyfirvöld. Fáfræði rót allra fordóma og með betri fræðslu samskipti kynjanna, klám og kynlíf getur Reykjavíkurborg stuðlað að betri og heilbrigðari samfélagi. Takk fyrir. Eyrún Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, næst til máls. Forseti, kæra borgarstjórn, góðir Reykjavíkurráðsfulltrúar. Með leyfi forseta. Ég hef oft fantaserað staði þar sem eiginlega alveg bannað að stunda kynlíf samkvæmt siðferði manna, eins og í kirkju, við altarið, vá, ég fæ fiðringi í hugsun það, eða í teboði hjá ömmu minni. Hún fer að hella upp á kaffi og meðan við erum eitthvað undir borði. En mín uppáhaldsfantasía trekantur í einhverjum leikkastala á skólalóð eftir miðnætti eða sumarlagi. Lestur lokið. Þetta semst örstutt brot úr bók sem ég ritstýrði fyrir nokkrum árum sem var gerð til að varpa ljósi á að kynferðislega fantasíu kvenna eru alls konar og þær þarf að ræða. Mér fannst því vel við hæfi að byrja mál mitt á þennan hátt við þessa frábæru tillögu sem hér liggur fyrir, sem kveður einmitt á að kynfræðsla fjalli opinskátt allar hliðar kynlífs, því kynlíf nefnilega alls konar. Og það mjög mikilvægt að tala það þannig. Þannig kom ég í veg fyrir til dæmis ranghugmyndir, eins og tillöguflytjandi kom hér inn á. Á tímum þar sem aðgangur á klámi bara eitt klikk í burtu verður auðvitað að fylgja með heiðarleg umræðu það, með öllum sínum öngum, í staðinn fyrir að reyna að þagga niður umræðuna, því þá erum við í rauninni bara að þagga niður fræðslu í leiðinni. Og umræðan getur verið snúin, en hún verður að fá að vera, og það jafnvel þó hún fjalli stundum trekant í leikkastala. Nýverið var ráðist í af nemanda í rannsókn og samstarfi við borgina þar sem niðurstaðan var sú að nemendur upplifa það að í kynfræðslu sé gert ráð fyrir að allir séu gagnkynhneigðir. Og það auðvitað bagalegt. Því auðvitað þarf að taka tillit til hinsegin nemenda í kynfræðslu. Og það þarf að taka tillit til allra í kynfræðslu.
því við erum öll mismunandi og við verðum að ræða það þannig. Alveg svo hér var komið inn á að það skiptir máli að tala kynlíf, það skiptir máli að tala kynsjúkdóma, það skiptir máli að tala kynferðisofbeldi og ég held við gerum það einmitt best með að vera opin fyrir því og leyfa okkur að vera mismunandi. Svo lengi sem við erum ekki að meiða neitt, svo lengi sem við berum virðingu, að þá komist við lengra heldur en einhvern veginn að vona að heimurinn breytist það sjálfur sér. Það sýnist auðvitað sitt hverjum hvað sé við hæfi í svona fræðslu og það er algjörlega sjálfsagt. En þess vegna fagna ég þessari tillögu og legg til að hún fari til skóla- og frístundasviðs þar sem að hún verði þá tekin á svona opinn og heiðarlegan hátt til umræðu hvað það er sem við erum ekki kannski að fjalla nógu heiðarlega hvaða angar eru sem við ættum kannski í nútíma veröld gagnfræðaskólanemenda að vera að mæta á betri hátt og þar treysti ég á að verði bara opinska og heiðarleg umræða og þannig að ég vil bara innilega þakka fyrir þessa tillögu. Ég held hún sé mikið til bóta og held faktist hún muni ég held hún muni breyta einhverju til batnaðar því að þetta er eitthvað sem við höfum alla að taka til okkar. Þannig að takk fyrir. Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og hún hefur lagt til að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs. Þau sem að samþykkja það gefi merki. Þau sem á móti kunna vera það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá göngum við til 6. liðar